Komið sæl mín kæru. Í þessu þætti ætlum við að fara vítt og breitt landið, skoða brot úr því besta frá árum áður og hitta alls konar skemmtilegt og áhugavert fólk. Komið með. Klukkan 10 mínútur yfir 8 að morgni í Tálknafjarðarskóla. Bjallan slær á slaginu og lætur þar með nemendur og kennaraskólans vita að nú sé kominn tími til að byrja daginn í jógatíma hjá Láru. Hér ætlum við að gefa okkur nokkra mínútur til að setja saman í hring til að núllstilla okkur, losum stress og vera þar með betur í stakk búin til að takast á við daginn sem er framundan. Við byrjum á að gera öndun. Við tengjum okkur svolítið við öndunina, af því öndunin hún róar okkur alltaf og gefur okkur sem meira jafnvægi og alltaf gott að byrja daginn á því að vera svolítið meðvitaður andardráttinn. Þannig að ég legg svolítið áherslu á það einmitt að við byrjum daginn á öndun. Það er svolítið mikilvægt. Og svo bara leiðir eitt af öðru. Við gerum létta teygjur og við höfum farið í alls konar leiki. Við förum inn í frumskóginn, við hittum dýrin og leikum okkur svolítið. Þetta er náttúrulega stór hópur sem er hér alveg frá leikskólabörnum og upp í unglingastig, 16 ára. Og þetta var svolítið áskorun þegar Birna nefndi þetta fyrst að taka alla saman í jóga. En það er svo skemmtilegt og þá gerum við bara alls konar. Leikum okkur og við höfum sungið og dansað og ásamt því einmitt að skoða alls konar stöður. Og þetta eru bara 10 mínútur. En þetta er bara skemmtilegt. Ertu dugleg að mæta í jóga á mótnana? Já. Hvað finnst þið skemmtilegast í jóganu? Mér finnst skemmtilegast að við syngjum möntrunar. Já, af hverju? Maður verður bara eitthvað svo spenntur yfir daginn. Já. En hvað með því? Hvað finnst þið skemmtilegast? Mér finnst möntrunar líka. Og tíma að vera svo rólegur. Er þetta svolítið sömu æfingarnar? Þekkirðu rútínuna sem þið eru að fara í? Já. Já. Gerurðu jóga stundum heima líka? Stundum. Nú er það þannig að maður vaknar á mismunandi hátt, stundum þegar maður öfugt fram úr og svo þegar maður að mæta ákveðnu tíma í skólan, það getur ákveðið stressfyllt því. Þannig að hérna eru allir núllstilltir eftir þessa stund. Já, ég tel að þetta gerir þeim alveg ótrúlega gott. Þau komast bara að fara róleg inn í daginn, búin að tengja sig við andardráttinn og ég held að þetta gerir þeim alveg ótrúlega gott. En það mist ég bara sjá það því þau eru að koma aftur og aftur. En þetta er val. Skólinn byrjar 10 mínútur yfir 8 og þau geta valið. Annarkvort byrja þau að lesa í 10 mínútur eða þau koma í 10 mínútur í jóga. Þannig að það er enginn að segja að þau eigi að koma, heldur koma þau að sjálfsögðu ef þau langar. Stundum koma ekki og þá er það allt í góð. Að koma þau bara stundum næsta dag. Er gott að nota jóga líka bara stundum í skólanum til þess að róa sig niður? Já. Já. Hvað finnst þið skemmtilegast í jóganum? Möntrunar. Möntrunar? Já. Þið sunguð 2 lög. Já. Hvort var skemmtilegra? Þeir eru bæði mjög skemmtilega og það eitt er bara svo rólegt og maður verður svo rólegur yfir daginn og hitt er bara svona skemmtilegt og þannig. Þannig eru bæði mjög skemmtileg. En hvað með þig? Finnst þið líka möntrunar skemmtilegast þar? Já. Já. Og mér finnst líka barnið. Barnið? Hvernig er barnið? Þannig þegar maður liggur á njónum og er í knípi eða eitthvað. Já. Af hverju finnst þið það? Út af maður verður svo rólegur. Já. Byrjar á andardrættinum og við erum að anda allan daginn án þess að pæla nokkuð í því. Já. Er þetta ekki eitthvað sem við gætum öll tekið til okkar að byrja á því að hugsa andardrættinn okkar? Algjörlega, þetta er bara það sem við þyrftum að gera bara leið við vöknum, að anda nokkur djúpa andardrætti og teygja svolítið vel úr okkur og vera einmitt meðvituð öndunina okkar. Við erum að fara í gegnum daginn alltaf að hraða mikið áriti og allt þetta og ég er að segja einmitt við krakkana og kenna þeim einmitt þess blöðru öndunina og þegar við erum að teikna hérna krossfiskinn, þetta allt róar þau, tengir þau svolítið við sitt inn að sjálf eins og við segjum, þannig að ég til að þetta hjálpi alveg híklust, það gerir það. Og ég hef verið að mæta einhver tíma núna? Stærðfræði. Já. Nær maður eitthvað að einbeita sig betur eftir svona? Já. Já. En er jóga alla daga? Já, alltaf morgnana. Annars skólan byrjar. Og ertu dugleg að mæta? Já. Það fara með margir og það.
Þú tengir þetta svolítið við dýrin og það kannski þægilegra fyrir yngri að tengja við þau og gera þetta að dálítið leik í leiðinni. Já, það verður að gera það. Þegar við náttúrulega erum með leikskólabörn, þá verðum við að líka gera þetta svolítið leik, gera þetta svolítið skemmtilegt. Þannig að í gæri mitt byrjum við á því að við vorum hérna með mús og við byrjum bara á því að dansa og leika okkur. Svo fer músin inn í frumskóginn og þar heitir hún dýrin, fílinn og froskinn og slönguna og það svo skemmtilegt. Við verðum líka að gera þetta svolítið að leika. Þetta verður líka að vera svolítið skemmtilegt. Þannig að jóga getur verið svo margt. Það ekki bara kannski einhverja stöður eða öndun. Þetta getur verið svo margt. Nú tölum krakkarnir öllum mantran hefði verið að hjálpa þið mikið og hún hefði verið svona hápunkturinn. Segðu okkur aðeins frá henni. Möntur það eitthvað við mönturna, þær eru svo heillandi. Og það eitthvað sem gerist þegar við syngjum möntur, mér finnst það svo fallegar. Og þú sást að þau tóku einmitt vel undir og þau finna bara, þeim líður vel. Möntur hafa bara þessi góðu áhrif, þetta er svona endurtekin orð, þýða alltaf eitthvað fallegt og það bara eitthvað svo heillandi við að syngja mönturnar. Það einfaldar og við erum að gera hreyfingar með og það eru bara fallegar. En þetta byrjar alltaf með því að það bjöllu hringt, eða ekki? Jú, svo allir vita að jóga að byrja. Svo þarf ekki að vera að kalla í allar stofunar. Er það ekki svolítið þægilegt að byrja daginn svona á bjallan hringir? Jú. Nú finnst mér oft tíminn vera að skornu skammti og maður ekki tilbúinn endilega til að gefa sér tíma. Hérna þetta ekki nema 10 mínútur til þess að græða enn meiri tíma seinna í deginum. Já, nákvæmlega. Það þarf ekkert langan tíma. Þessar 10 mínútur eru bara nóg. Hér bara kveikt á kertum og við eigum þessa rólegu stund og það gefur okkur bara svona að fara rólega inn í daginn, gefur okkur ótrúlega mikið. Það þarf ekkert að vera langur tími. Einmitt, þessar 10 mínútur eru alveg ótrúlega góðar og vel nýttar. Og ekki bara fyrir krakkana, líka fyrir kennarana? Nei, það öllum boðið að koma og vera með. Þannig að stundu kemur starfsfólk bara eftir hvernig hendar. Þannig að það öllum velkomið að koma og vera með. Kongar sarfeina, síva heikúrúle, kongar sarfeina, síva heikúrúle. Flestir afreksíþróttamenn hafa byrjað ungir að æfa, fá mikla þjálfun og keppa svo á mótum þegar réttur tími kominn. Þessi uppskrift á ekki við hann Ísak Óla Traustason, frjálsíþróttamann úr Skagafirði, sem á skömmum tíma hefur náð mjög góðum árangri í frjálsum íþróttum og var meðal annars kjörinn íþróttamaður Skagafjarðar 2017 fyrr á þessu ári. Ég byrjaði í rauninni að keppa fyrst, Keppti 2009 þegar ég var 14 ára á unglingalagsmótinu á Sauðárkróki og átti þá að vera að keppa í hestum líka, og skráði mig í frjálsar og fannst það bara miklu skemmtilegra, þannig að ég skellti mér í frjálsarnar eftir það. Ég var náttúrulega alltaf í íþróttum sem barn, ég var í fótbolta með Smáranum hérna í Varmahlíð og svo fór ég einmitt að æfa hvað ætli það ekki verið í 7. og 8. bekk mitt. Einu sinni í viku með Gunna, Sig og svo fór maður aðeins að kíkja á æfingar á krókinn á sumrin svona einu sinni í viku. En annars var maður bara í sveitinni að vinna og í fótbolta. Og fótboltinn var í uppáhaldi fram til 13-14 ára aldurs en þá tóku frjálsar íþróttir við. Jú, það náttúrulega, maður bara mætti á mótin þegar maður var svona í kringu 16 bara úr sveitinni og bara var kannski að prófa greinar í fyrsta skipti þegar maður var að keppa í þeim. Ég var ekkert búinn að æfa mikið grind þegar ég keppti í henni fyrst. Varstu þá bara búinn að stökkva yfir girðingar eða? Já, bara stökkva yfir girðingar og stökkva yfir skurðina. Maður var ofta að leika sér í því að hoppa yfir skurðina. Eftir að hann tók ákvörðun að einbeita sér að frjálsum íþróttum og tók málin föstum tökum má segja að leiðin hafi aðeins legið upp á við. Hann viðurkennir þó að til þess að ná árangri þurfi að láta ýmislegt á móti sér og hafa hausinn í lagi. Það að taka ákvörðun hversu mikið maður langar til þess að ná góðum árangri og þá þarf náttúrulega lífstíllinn að vera í lagi. Og ég tek mig sem dæmi, þannig að var ég hérna í skólanum á Króknum og maður var alveg, við leiði sér bara að vera, unglingur og var að þroskast og var svona að djamma og djúsa og svona og ekkert að hugsa mataræði endilega. Svo einn góðan þetta var bara ákveðið að taka til í mínum málum og
fór bara í reglulega naflaskoðun, maður var orðinn svolítið þungur og var samt ennþá að keppa og ótrúlega satt að ná bara ágætis árangri. Og þú veist, það var ekki, já, ég tók þessa ákvörðun sjálfur og þá bara hætti ég öllu svona djammi og djúseri, maður alltaf fer út af lífi sko, en maður er alveg hægt að gera það annars að vera með áfengi. En þú veist, ég er ekki eitthvað með einhverja öfga, skilur, ég tel allt sé gott í hófi og þú veist, maður þarf bara að gæta hófs í öllu. Þú veist, já, það er bara með allt, sko. Mömmumaturinn er bara bestur, í raun og veru. Það er bara, og svo fín regla einu sinni á diskinn. Þegar kemur að íþróttunum þá er það grindahlaupið sem er hans sterkasta grein í 7 og tugþraut. 7-þraut er sem innanhúsþraut sem felur í sér 60 metra hlaup, langstökk, kúluvarp og hástökk á fyrirdegi. Og svo er seinni dagurinn 60 metra grind, stangastökk og 1000 metra hlaup. Þannig aðeins frábröðin tugþrautinni og svolítið auðveldari. Það er samspil margar greina og svo er þetta, þú ert alltaf að keppa við sjálfa þig og þú veist, maður er bara að reyna að fá eins mörg stig fyrir hverja greinu maður getur. Og það skiptir engu máli, þú veist, í hvað sæti maður er í hverju grein fyrir sig. Þú bara svona ert að horfa á þinn stigafjölda í samanburði við aðra. Og svo bara safnar maður í pokan og telur upp úr honum í lokin, sko. Af því að þú hefur reynsluna úr hópíþrótt eins og fótbolta, hver er munurinn á því að vera í hóp eða vera einn? Náttúrulega bara mjög mikil munur þannig að þú ert náttúrulega bara að treysta á sjálfa þig í frjálsum og þú veist, eiginlegu keppinauti er bara þú sjálfur. Þannig að þú þarft ekkert einhvern veginn að treysta á aðra nema í boðhlaupi eða eitthvað svoleiðis. Þarf maður ekki að vera alveg massaður af sjálfstrausti til að geta þetta? Jú, það þarf maður þarf að æfa sig því líka. Andlegi þátturinn er mjög stór hluti af þessu og það var einhver fróður maður sem sagði við mig að hann var bara alveg meir en helmingurinn. Foreldrafélag Grunnskóla Reyðarfjarðar stóð fyrir 4 vikna tilraunaverkefni í janúar þegar nemendum var boðið upp á hafragraut fyrir skóla, eldaðan af foreldrum. Félagið biðlaði til foreldra sem mættu eldsnemma, 2 og 2 saman til þess að sjóða graut fyrir svanga maga. En hvernig kom hugmyndin til? Við höfum verið að tala um þetta að börn eru ekki að borða nógu mikið á morgnana, eða borða ekki neitt eða borða mjög óhollt á morgnana. Og þetta bara kom inn á einn fundin hjá stjórninni og við ákváðum bara að keyra þetta í gegn og þetta er líka hið fínasta samstarfsverkefni fyrir foreldra. Við höfum náttúrulega í gegnum tíðina verið að óska eftir alls konar þáttöku í alls konar viðburðum en viðbröðin oft verið bara frekar lítil og kom okkur óvart hvað viðbröðin voru góð við þessu þegar við spurðum bara hverju vilja taka þátt í að elda hafragraut. Og sumir sögðu bara nei, sumir sögðu bara já, frábært. Sumir eru bara að spyrja spurninga af hverju og við erum svolítið ánægð með það. Það var bara, viðbröðin voru góð. Hvernig taka krakkarnir þessu? Þau eru að taka þessu rosalega vel. Það eru svona 55 að meðaltali sem eru að koma á og fá sér graut á morgni. Og mörg bara ofsalega ánægð með þetta og sumir sem hafa komið á óvart, sumir borða mjög lítið á morgnana og maður hefur heyrt það, þeir eru að koma að fá sér graut. Og kennararnir tala um að það sé mikil ró og gott andrúmsloft á morgnana þegar þau eru að borða grautinn og það er frábært. En hafið eitthvað heyrt í kennurum hvort þetta hefur áhrif inn í kennslustundirnar á eftir? Ég er ekki alveg komið svo langt sko, en ég get ímyndað mér allavega að þetta sé fyrir marga aðila sem að borða ekki með morgunmat. Þetta gefur þeim mikinn kraft, hvort sem að það er bara í einbeitingu eða vinnu. Álag á nútíma foreldrum er mikið. Er þetta á það bætandi? Við lítum ekki á þetta þannig. Við horfum meira á þetta frá því sjónarhorni, þessi samvinnuverkefni sem að það þarf að efla skólasamfélagið hér, það þarf að efla þátttöku foreldra og miðað við að í svona björtustu vonum þá myndi þetta vera þannig að þú þyrftir að mæta einu sinni fyrir áramót og einu sinni eftir áramót milli 7 til svona hálf 9 á morgni til að gera graut. Og við horfum ekki á þetta sem auki álag, við horfum líka á þetta sem tækifæri fyrir fólk til að tala við sinn yfirmann eða sitt fyrirtæki og þannig að fyrirtæki finnir fyrir því að við erum að taka þátt og sé sveigjanleiki líka þaðan frá. Eru þeir foreldrar sem hafa mætt og elda graut ánægðir með vaktina?
Já, virkilega, bara mjög svo. Og svo eru einmitt foreldrar sem eru að bætast í hópinn af því að þeim fannst, þeir vita að barnið sitt að koma og hefur heyrt hvað þetta gengur vel og hvað þetta raunverulega lítið mál. Hvaða máli skiptir gott foreldrasamstarf inn í skólum? Það bara skiptir öllu máli og það alveg ótrúlega mikilvægt. Við getum gert svo mikið úr þessu. Þetta eru bara forvarnir fyrir okkar börn að hafa gott foreldrasamstarf. Hvernig grauturinn hérna? Nú alltaf mismunandi foreldrar eldar en alltaf góður. Það var einu sinni sem þetta var næstu í bara svona grjón og vatn. Og hvað fáum við hona? Eða áar? Það sko mismunandi. Stundum fáum við kanil, stundum chíafræ og rúsínur og stundum ber. En finnst þér muna þegar þú borðar hollan morgunmat eða ef þú borðar til dæmis ekkert áður fyrir skólann, finnur þú mun á þér? Já. Hvernig þá? Þá ég bara, ef ég borða ekkert, þá ég miklu þreyttari og þannig. Já. Þannig að finnst þér þetta góð hugmynd í foreldrafélaginu? Já. Haldið þetta verði áfram? Ég vona það. Bjarki Fransson faðir nemenda í 4. bekk og var einn þeirra sem svaraði kalli foreldrafélagsins með bros á vör. Þú ert að klára grautarvaktinni, hvernig hefur þetta verið? Þetta búið að vera stórskemmtilegt. Fyrsta skipti sem ég kem og þetta var mjög gaman. Hvernig gengur þetta fyrir sig? Hvernig varst það mættur á? Við erum 2 sem elduðum og við mættum svona upp á 7 og grauturinn var svona komin í pottinn bara svona rétt rúmlega og já, svo koma krakkarnir 20 mínútur fyrir 8. Þannig að það var svona smá stress hérna með suðupunktur, hann var lengi að koma en þetta hafðist fyrir rest. En þegar þú fékkst póstinn frá foreldrafélaginu í pósthólfið, hvað fannst þér þessa hugmynd? Varstu strax til í þetta? Já, tildulega. Ég held ég að vera svona svaraði mjög fljótt. Ég var, að hoppa á þetta. Þannig að mér leist mjög á þetta og sonur minn hefur mjög gaman að þessu. Þannig að ég held þetta er frábært framtak. Bjarki hefur tröll að trúa á staðgóðu morgunverði. Ekki spurning. Hafragrautur með svona einhverju góðu kanil og einhverju fræjum og rúsínum. Þetta er mjög gott. Mér finnst þetta mjög gott sko. Maður getur vaknað svona seinna á morgnana, komið í skólan og borða það og svo bara upp í stofu að læra. Hvað varst að borða áður heima? Bara svona cornflakes og þannig sko. Haldið þetta sé komið til að vera? Já, það er alveg margir að fá sér. Já. Ég held að þetta geti alveg náð langt sko. Það er allt á öðrum endanum, föt og dót og drast út allt og ræningjarnir eru að leita og finna ekki neitt og þá förum við svona að strákar og við bara svona spinnum í gegnum þetta fyrsta atriði og tökum svo söngin okkar. Svona eins og við getum nema Jesper er ralllaus í dag, þannig að hann fær að spara röddina sína. Og stórsöngvarnir hérna, þeir klára það. Ok, þá förum við bara og núna förum við í karakterinn okkar strákar. Það er líf og fjör í Hvoli, félagsheimilinu á Hvolsvelli, því við erum á fyrstu æfingu á Kardamómubænum eftir Torbjörn Egnir. Þetta er sem sagt leikfélag Austureyfirlinga sem var stofnað 1970 á Skógum og við sýndum, fyrstu árinu var sýnt í Skarðshlíð, óupphituðu húsi. Þar vorum við fyrstu svona 10-15 árin sko. Og þá var bara verið í úlpum alveg fram á sýningu sko og svo. Þannig að þetta er búið að vera lengi starfandi. Og er þið klár? Og krakkar, allir núna með, já, og muni, lifandi og alveg athyglinna á allt sem er að gerast. Og aftur, og svo. Já, hérna, bara einu sinni þetta hlýtur að hafast og svo. Margrét, þegar við löbbuðum hérna inn, þá áttum við vona að sjá hér fullorðið fólk, bara en hér var allt fullt af krökkum. Já. Hvernig stendur á þessari blöndu? Það er bara, ég er búin að vera með svona leiklistakennslu hérna í Hvolsvelli, hérna í þessu félagsheimili í 15 ár og fullt af börnum sem eru búin að taka þátt og mér er alltaf fundist vant að þau fengi að koma fram. Kemur Tommi með asnan og manstu nú tala hátt og skýrt og hvað byrjar hann á að segja? Kamilla, mikið spilaru vel. Finnst þér það? Afskaplega vel. Þakka þér fyrir. Pabbi minn spila líka vel. Hann spilar á horn. Það er skemmtilegt hljóðfæri. Bæjarhljómsveitin á að leika við hátíðarhöldin í dag. Þá færðu að heyra til hans.
Soffía frænka segir að hátíðarhöld og skemmtanir sé ekki fyrir litlar stúlkur. Þess vegna verð ég að vera heima og Soffía frænka líka. Hvar húan mín, hvar hettan mín, hvar gamla fjáragata flautan mín. Það eru 2 litlir og 1 gamall í ræningjagenginu. Já, ég ætlaði alls ekki að leika í þessu. Ætlaði nú að láta heldur betur nægja að vera bara í leikstjórastólnum. En svo var þetta bara þrautalending. Við stóðum frammi fyrir því, einhvern tímann, að það var búið, eftir í rauninni ansi mikið basl að manna verkið. Og þá einhvern veginn var mér bara litið í spegil og datt í huga. Þarna væri hugsanlega einn og sá eini kannski sem ég gæti snúið upp á höndina og skikka til að vera með. Og hann hlýddi. Ég viss að það var hér allt í gær. Þannig að þetta ekki áratuga draumur að rætast? Nei, ekkert svoleiðis. Ég hef nefnilega, þó ég hafi varið bróður hluta ævinnar í leikhúsi, þá var það aldrei minn draumur sem krakki eða neitt slíkt, eins og ungu krakkarnir hérna eru að segja við ætlum að verða leikarar og allt það. Nei, það var aldrei minn draumur og það var ekki fyrr en bara hún Margréti Tryggvadóttir plataði mig til að vera með í Önnu í Stóruborg að ég prófaði þetta í fyrsta skipti og núna eins og ég segi neyddist ég eiginlega til þess en þetta ægilega gaman. Veistu Jesper, að það gerir ekki svo mikið þegar þú ert í stígvélinu því það sér það ekki. Hún platar fólk í ýmislegt, Margrét. Já, Margrét bara þannig að það ekki hægt að segja nei við hana. Hún bara ein af þeim. Eigum við ekki, bráðum að bara fá eitthvað að borða. Þá á Jesper að búa til matinn núna. Þegar ég kom hérna á Hvolsvöll þá var ég að vinna hérna í skólanum og var að setja upp árshátíðir og svona með krökkunum. Og svo fannst mér bara að það ætti bara að kenna þeim leiklist í skólanum. En það voru erfitt að koma leiklist inn í skólana. Þannig ég ákvað bara að gera þetta á vegum leikfélagsins í félagsheimilinu hérna, utan skóla. Hefur einhverja tölu á þeim sem eru búin að rúla hér í gegn að þér á námskeiðum? Nei, ég hef það ekki. Það nokkilega eitthvað 200-300 krakkar, Þau hafa sem sagt töluverða reynslu krakkarnir sem taka þátt í sýningunni, eins og til dæmis hún Andrea sem hefur stundað leiklist í 4 ár. Ég hef búin að horfa svo margar leiksýningar í Borgarleikhúsinu og þá fannst mér orðið svo bara gaman að sjá hvernig þau komið fram. Þannig að ég ákvaði að frétta það bara að byrja leiklistin á Hvolsvelli, þannig að ég bara datt í huga að byrja. Og hvernig var þegar þú byrjaðir? Það var mjög skrítið fyrst en svo bara gekk ekkert allt upp og mér fannst mjög gaman og ég er búin að gera held ég 10 leikrit. Hvernig líður þér svona rétt áður en þú labbar inn á sviðið? Maður bara hugsar að þetta sé ekkert mál, það er bara einn fyrir fram á mann og svo er maður bara að tala venjulega. Við rænum Soffíu frænku. Það verður nú enginn hægðar leikhús. Og þetta leggst vel í þig og það verður allt klárt í mars. Vonandi, það er langt í landa en þá, svo sem eins og eðlilegt er. Við erum svo sem ennþá bara að fara í gegnum þetta svona í fyrsta skipti og meira sé að gerfin og búningarna sem við erum með þetta og meira bara svona eitthvað æfingadót og svo framvegis. En það er eins og með þetta eins og alltaf í áhuga leikhúsi, það er bara eitt sem þarf til, það er áhugi þeirra sem taka þátt í því og hann er til staðar, þannig ég er bjart. Þá er það ákveðið. Tannálfur, allir þekkja mig því ég ég sjálfur. Gimstinn ekki passi litlu hausunum, á öllum litlu blómálfa börnunum. Ég sá sem gætir þess að enginn fái tannpínu ósvei. Ég sá sem gætir þess að tennur séu heilar í bogi. En hefur enginn álfur fengið tannpínu, til vara á ég nú í minni tannskrínu. Gaman er að vera Tóti tannálfur og geyma allar gersemarnar hér sjálfur. Ég sá sem gætir þess að enginn fái tannpínu ósvei. Ég sá sem gætir þess að tennur séu heilar. En það er svo spennandi að skoða þá gimstina og smara það í haug og vera viðbúin ef liggur á að
lækna tannapínu draug. En það svo spennandi að skoða þá gimstina og smara það í haug og vera viðbúin liggur á að lækna tannapínu draug. En hefur enginn alvör fengið tannpínu? Tilvara á ég nóg í minni tannskrínu. En gaman að vera tóti tannálfur og geyma allar gersemarnar ég sjálfur. Ég sá sem gætir þess að enginn fái tannpínu ósvei. Ég sá sem gætir þess að tennur séu heilar. En það svo spennandi að skoða þá gimstina og smara það í haug og vera viðbúin liggur á að lækna tannapínu draug. En það svo spennandi að skoða þá gimstina og smara það í haug og vera viðbúin liggur á að lækna tannapínu draug.